Kem til þín í lofgjörð að syngja þér minn söng, söng dýrð og heiður fyrir allt sem gafst mér. Þú gafst lífi mínu tilgang, líf í fullri gnægð, og nú ég þrá að syngja þér minn lofsöng, Herra. Þú ert faðir allt sem lifir, upprisin í dýrð. Þú ert sá sem gekkst í burt frá tómri gröf þann dag, og þú leystir allt þitt fólk með frels og þinni lausn. Nú ég geng með þér hver dag og hverja stund. Ég kem til þín í lofgjörð að syngja þér minn söng, söng dýrð og heiður fyrir allt sem gafst mér. Þú gafst lífi mínu tilgang, líf í fullri gnægð, og nú ég þrá að syngja þér minn lofsöng, Herra kær. Þú ert faðir allt sem lifir, upprisin í dýrð. Þú ert sá sem gekkst í burt frá tómri gröf þann dag, og þú leystir allt þitt fólk með frels og þinni lausn. Nú ég geng með þér hver dag og hverja stund. Þú ert faðir allt sem lifir, upprisin í dýrð. Þú ert sá sem gekkst í burt frá tómri gröf þann dag, og þú leystir allt þitt fólk með frels og þinni lausn. Nú ég geng með þér hver dag og hverja stund. Amen, amen. Já, gefum við gott klapp. Rosalega gott klapp, krakkar. Amen, velkomin á Sangum hér í dag. Við erum komin saman hér til þess að lofa Guð. Amen. Við ætlum að lyfta honum upp í dag því að hann er heilagur, hann er verðugur, og það er hann sem er fullkomnari alls. Hann er upphafið, hann er endurinn og hann er allt þar á milli. En við ætlum að bjóða velkomin á sviðið sem verður með okkur áframhaldandi, hann Frank. Welcome. Og svo er náttúrulega Hanna, hún er alltaf á og til með okkur. Ég er alltaf að reyna að draga hana meira og meira með, en hún segir alltaf nei, nei, nei. Þið hjálpum mig kannski með það. Nei, ég var að djóka. En hérna, það vantar trommuleikar og svona hér og þar, en við þurfum ekkert á þeim að halda alltaf. En bara stundum. Það er rosa gott að hafa það. Þeir koma næst, strákarnir okkar. Við ætlum að biðja Guð að vera með okkur í dag. Við ætlum að heyra orð. Ég hlakka svo til. Það er svolítið langt síðan ég hef séð Bjarna í fyrsta lagi í mörg ár. Ég veit ekki segja samt fjöldan.
Ég er ennþá 25. En rosa gaman að fá hann og konu hans hingað og þetta verður æðisleg stund. Má ég heyra amen? Og þeir sem heima sitja og er að horfa í gegnum netið, takið þátt. Lokið augunum, lofið ykkur með okkur, takið orðguðsinn í ykkur, leifið því að umbreyta ykkur. Þannig að við förum í nýja viku, við förum breytt og við gerum betur. Amen. En byggjum saman. Heilaga Drottinn, ég þakka fyrir trúfestina, ég þakka þér fyrir Drottinn mín, að við fengum tækifæri á að vakna og vera hér í dag, Drottinn, að lyfta upp þínu nafni, hjálpa okkur að leggja allt okkar fram fyrir þig í dag, Drottinn. Ég bið þig að mæta okkur til anda, sálar og líkama með orði þínu, með anda þínum, Drottinn Jesús. Hjálpað okkur að gefa þér allt. Í þínu heilaga og undursamlega nafni. Amen. Já, byrjum bara á eitthvað pínulítið skrítið. Já, það eitthvað pínuskrítið hana. Ég var ekki að ná taktunum með eitthvað. Svona. Ég vil bara lofa þig, minn Guð. Ég vil bara lofa þig, Jesús, lofa þig, minn Guð. Ég vil bara lofa þig og lofa þig, minn Guð. Nafn þitt það fegurst á jörðu og því minn kærleik ég gefa við þér. Ég vil lofa þig, minn Guð. Nafn þitt það fegurst á jörðu og því minn kærleik ég gefa við þér. Ég vil lofa þig, minn Guð. Syngjum saman. Ég vil bara lofa þig, minn Guð. Takk, Jesús. Ég vil bara lofa þig, minn Guð. Nafn þitt það fegurst á jörðu og því
ruggli í þessu að lofa Guð. Nú ætlum við að syngja lag sem heitir Þig vil ég lofa. Endilega lofa ég Guð með okkur í dag. Drottinn Guð minn hér ég krýp á kné og ég þakka þig. Takk Jesus. Gegnum allt hefur leitt mig þegar nóttin til enginn hér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa. Eilíf minn Guð, Jesus. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa. Eilíf minn Guð. Þú sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Takk Jesus. Þó lítur þú til mín, heldur utan haldrandi þjóð. Takk Jesus. Veitir mér styrk þinn gegnum lífsins orkusjó. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa. Eilíf minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa. Jesus, ég lofa þig heilagur Drottinn. Við lyftum nafninu heilagur Guð Jesus. Helgi þitt nafn Jesus. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa. Eilíf minn Guð, Jesus. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa. Eilíf minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa. Eilíf minn Guð. Syngjum þetta einu sinni til hans. Þig vil ég lofa, þig
Yndisleg lofgjörð. Heyrðist eitthvað skringil í mér? Já, þetta betra núna. Gott að sjá ykkur öll og gott að eiga samfélag við Drottinn, finnst ykkur það ekki? Þetta það besta í heimi. Og ekki bara í heimi, við eigum eftir að fara inn í eilíðina, þá verður það ennþá betra, sko. Halleluja. En ég ætla ekki að eyða of miklu tíma þetta, ég ætla bara að taka samskot og þeir sem eru nýja, þá erum við bara með baukinn hérna aftast, samskotabaukin og þið getur bara farið á sætunum og gefið þar eða í posa frammi og svo kemur örugglega reikningsnúmer hérna upp á skjáinn og ég ætla aðeins að biðja fyrir þessu. Drottinn Jesús, ég bara þakka fyrir það að þú gefur náð í dag og ég þakka fyrir það að þín náð ný á hverjum degi, Drottinn Guð, og ég þakka fyrir það að þú leggur inn í hjarta okkar, Drottinn Guð, hvað þú vilt nota okkur til að gera hverjum degi, Drottinn Guð. Þess að náð þín, Drottinn Guð, hún verkar á okkur í kærleika að við gerum eitthvað fyrir þig, Jesús. Og ég þakka fyrir það að þú bara leggur á hjarta okkar líka núna í dag, Drottinn Guð, að eins og þú hefur gefið inn í líf okkar, þá kennur okkar að gefa líka af fjármunum okkar inn í ríkið þitt, Jesús. Amen, halleluja, Drottinn. Ég þakka fyrir það að þú blessar einn og sérkvöldin inni, ég blessa einn og sérkvöldin í þínu nafni inni, Drottinn Guð, hvort sannlega hefur eitthvað mikið að gefa eða eitthvað lítið, Drottinn Guð, eða jafnvel ekki neitt, Drottinn Guð. Að þú bara virkilega, Drottinn Guð, auki við allan hátt, Drottinn Guð, og bara ég finna bara, Drottinn Guð, þú har lagt á hjarta mitt að þú vilt auka okkur trú hér í dag, Drottinn minn Jesús. Halleluja, ég þakka fyrir það að þín trú gjöf inn í okkar líf, Drottinn Guð, og þú vilt auka okkur trú hér í dag og verði svo í þínu nafni, Jesús. Amen. Þannig þið getið bara risið upp núna og jafnvel sumir eru búin að gera það að gefa. Og mér langar bara í eina mínútu bara að tala smá trú, bara örlítið. Og við þekkjum það sem að hefum eignast Jesú Kristi í okkar líf að trúin gjöfin í okkar líf. Jesús gaf okkur trúna þegar hann dó á krossinum á Golgata og þegar hann reis upp frá dauðum, þá gaf hann okkur trúin inn í okkar líf. Og við öðlumst heilan anda líka með því að bara með því að trúa. Og trúin gjöfin í okkar líf. Og ég bara finna á hjarta mínu að Drottinn vill auka ykkur trú í dag. Bara algjörlega, ykkur sem að bara hafi farið svo niður í trúnni að Drottinn ætlar að bara fara með hann bara upp. Það til mæli trúar. Þannig að Drottinn vill bara gefa bara aukna trú hérna inn í dag og ég vil bara hvetja ykkur til að lesa Hebreabréfið 11. kafla yfir trúarheituna sem að þar eru, sem að liðu illt fyrir trúna á Jesú Krist, þannig að samfélags Jesú Kristi liðu illt, en þau voru samt í gegn að þau horfðu til Drottins Jesú, höfundur og fullkomna trúarinnar. Þannig ég hvet ykkur til að bara lesa meira, biðja meira og hlusta á orð Guðs, þannig að orð trúar kemur þannig, með því að heyra og trúa. Í Jesú nafni, amen. Gjörðu svo vel. Allt það sem ég þrái að heyra þig, Guð af öllu hjarta.
sem ég er. Guð verði viljið þitt, Guð mitt hjarta er þitt, mín sála er þín. Guð allt mitt líf er þitt, Drottinn hvers sem ég fer, einnig hvað sem ég er. Guð verði viljið þinn. Takk, Jesús. Helgist þér nú, Drottinn. Látlaust vil ég lofa nafnið Jesú. Lausn og frelsi veitir þetta nafn frá sín. Meðan fjöldans nafnum fölna, muni fagra nafn hans ljóma, og það lýsir mönnum leiðum ógreið fljöld. Það er leiðin sem við ferðumst yfir öll. Skams mun opnast perlur líðin. Hinn ég geng og lít hans auglít undur blíð. Hann sem Kristur Jesús kallast, komu hans ég þá mun minnast. Á Golgata hann gaf upp andann sinn, til að gæti ég og þú séð himininn. Heilagur nafni Jesú, fagra nafni Jesú, fyrir nafni Jesú á ég líf í dag. Skams mun opnast perlur líði. Inn ég geng og lít hans auglít undur blíð. Hann sem Kristur Jesús kallast, komu hans ég þá mun minnast. Á Golgata hann gaf upp andann sinn. Takk Jesús, til að gæti ég og þú séð himininn. Halleluja, syngja saman. Nafni Jesús, fagra nafni Jesús, fyrir nafni Jesús á ég líf í dag. Eins og nafni sem við eigum, halleluja. Takk Jesús. Heilagur Drottinn, amen. Dýrsi fyrir Jesús, halleluja, má ég heyra halleluja. Takk Jesús, það gott að vera á samkomu í dag.
Ég bara hérna búin að gráta úr mér augun og allt eins og á að vera. En mér langar til að spyrja ykkur að rísa á fætur aðeins. Halleluja. Dísi Guði, þetta eru spennandi tímar sem við lifum á. Mér finnst eins og Guð sé að setja startkafla á kirkjuna á Íslandi. Það ótrúlega mikið í farvatninu. En það svo mikilvægt, og ég ætla bara að segja það hér út, það svo mikilvægt, vinir, að við séum ekki bara heyrendur orðsins, að við séum líka gjörendur. Að við svíkjum ekki sjálf okkur. Og vinir, það sem að Guðs ríki þarf á Íslandi fólk sem stendur í lappirnar. Ég ætla bara að segja það. Það svo margt í gangi hérna út í hennum stóra heimi og það svo mikið rugl í gangi, vinir. Fólk að leita sannleika sem óumbreytanlegur. Vinir, við oft á tíðum eina biblían sem að fólk les. Hvað les það þegar það sér líf okkar? Vinir, við þurfum að vera eins og tré sem með rætur lengst niður og við berum mikinn ávöxt. Dísi Guði, má ég heyra amen. Þannig að mér langar til þess að bara skora á mig og okkur öll að við tökum stöð okkar sem aldrei fyrr. Að við leifum þessum ávöxtum andans þegar við eigum samfélag við Jesú. Það fáum við þessa ávöxti andans með kærleiki, gleði, fríður, langlindi, gæska, góðmennska, trúmennska, hóværð og bindindi. Og vinir, þegar við með honum, þá fara þessir ávextir ósjálfrátt að koma fram í líf okkar. Þannig að við þurfum að eyða stund með Jesú, mæta á samkomur, lesa í biblíun okkar. Og þegar vindurinn kemur og hann mun koma, þá fara rætur okkar dýpra. Það ekkert sem að getur hrifið okkur burt úr kærleika Guðs, má ég heyra amen. Þannig að við ætlum að setja rætur okkar dýpra. Og við ætlum að lyfta upp höndum núna í dag og við ætlum að lofa hann. Við ætlum að lofa hann því hann frábær. Drottin, ég bara lyfta upp nafni þínu. Ég þakka þér fyrir trúfesti þína, drottin. Ég þakka þér fyrir náð og miskun. Ég þakka þér fyrir það, drottin minn, að þú kemur aldrei of seint. Og drottin, ég þakka þér fyrir að það vitjuna tími á Íslandi í dag. Og drottin, ég bið að vekja upp kirkju þína. Ég bið drottin minn að vekja hann upp, Jesús. Gef okkur náð til að setja rætur okkar dýpra. Að við séum ekki bara að fara eftir hverjum kenningavindi, heldur höfum við djúpa rætur, að við vitum hver við erum í þér og við vitum hver þú ert í Jesú nafni. Og drottin, ég þakka þér fyrir upprisuna, ég þakka þér fyrir lífið, drottin minn, ég þakka þér fyrir það, drottin minn, að þú ert að gera nýjan hlut. Og drottin, við ætlum að stíga inn í það sem að þú ert að gera. Við ætlum ekki bara að horfa á dyrnar, við ætlum að stíga inn í Jesú nafni. Og ég bið fyrir einum og sérhverjum hér inni í dag. Ég bið lausn og líf. Ég bið drottin minn, Jesús, ný tækifæri, halleluja, til þess að taka ákvörðun með þér. Og drottin, ég bara brýt allt sem að kemur í gegn. Ég kem í gegn þunglindi, ég kem í gegn kvíða, ég kem í gegn fólki sem að horfa fortíðina. Ég bara bið vilja þinn í Jesú nafni, í Jesú nafni, í Jesú nafni. Og allur líðurinn sagði halleluja. Og drottin, við biðum fyrir Bjarna. Drottin, ég veit að hann kallaður að þér. Og drottin, ég veit, Harabashek, þú ætlar að nota hann og hans konu. Og drottin minn, ég bara bið þig drottin minn, að opna nýja dyr. Og hann, Harabashek, halleluja, víðar dyr og verkmiklar. Og ég bara bið fyrir honum, ég bið fyrir konuna og fjölskyldunni, ég bið fyrir þessum konum sem að koma frá Bandaríkjunum, ég bið að blessa þau, ég bið að varvita þau, halleluja. Og viltu gefa honum orð að mæla í Jesú heila nafni. Og allir liðinni sagði halleluja, amen. Halleluja. Já, hörni, gefum honum gott klap. Amen, amen, halleluja. Þið vitið, þið eru andrúmsloftar breytarar. Þið kannski þekkja þetta ekki orð ennþá, en það verður í orðabókinu mjög fljótlega. Þið eru andlýsloftarar breytarar. Það þýðir það að þið eru útvalin frá móði kviða að ganga hans veg til að heyra hans rödd. Og það eru þið. Það eru þið sem, við erum útvalin, ef þú veist það ekki í dag, þá ég að segja það í dag. Orðið segir þú ert útvalin til að heyra hans rödd og ganga í hans vilja. Þannig það að þú ert andrúmsloftara breytari. Það þýðir það að þegar þú gengur inn í búð, hvað gerist? Það breytist andrúmsloftið. Að því að þú gekkst inn í búð, að því að faðirinn, að sonurinn sagði að ég og föðurinn ætla að gera þig að hvað? Að mínum dvalastað. Þannig að þegar þið gangið inn, þá umbreytist staðurinn.
Þið kannski hafi ekki séð það hingað til, en ég held að þið þurfum að fara að biðja Drottinn til að gefa ykkur smá pingu lítil. Að við getum ekki höndlað allt í einu, bara pingu lítil auga til að sjá hvað í raun og veru að gerast. Þegar þið gangið inn. Amen. Halleluja. Takk Jesús. Hvað segir það annars? Það ekki? Já, amen. Ég heiti Bjarni Þór. Og kona mín heiti Jenny. Og við búum á Eyrarbakka, á bakkanum. Og hérna, við höfum 4 börn. Það er nóg að gera. Það eru 2 konur með okkur hérna frá Bandaríkjunum sem komin til okkar núna að vera hjá okkur í viku. Hún heitir Tracy and Sheba. Ég er að segja þetta á ensku, því hérna það er að fá rétt að hreimin í orðinu. Amen. En hérna, við þurfum að, þetta er svo mikið atriði að við vitum að hver við erum í honum og hver hann er í okkur. Ég held að þessi mín bæn á hverjum degi, Drottinn, gefið mér opinberun á því hver ég er í þér og hver þú ert í mér. Svo ég get gengið út frá þeim sjónarmiði að hver ég er, sem þú hefur þegar kallað mig, sem þú hefur þegar útvalið mig til að vera. Vist, heimurinn segir nákvæmlega, vist, heimurinn hefur margt mig að segja. Vist, fjölskyldum hefur margt mig að segja. Ég hef margt mig að segja líka. En það er ekki það sem orðið sem hann hefur mig að segja. Af því hann hefur betra orð yfir mig. Þannig að, en samt sem áður, ég trúi því að eins og hún, og það er bara að tala ef þið farið með mér á hérna í Ezekiel 10:4. Byrjum bara í Ezekiel, hann bara vist. Förum bara alveg í Ezekiel. Förum að sjá bara 4 andliti og alla græjur. Sjá ánar river og living water bara flæða og bara hoppa í ána og vera þar. Og leyfa öllu að vaksa kringum okkur. En það þýðir það að we need to let go. Það þýðir við þurfum að sleppa. Það er ekki ég sem stjórnar, það er hann sem stjórnar. Ok? En hérna í Ezekiel 10:4, Drottinn gaf mér þetta orð daginn, þetta vers, og ég er búinn að vera að lemja þetta vers aðeins og fara yfir þetta vers. Og hérna, það segir, þá hófst dýrð Drottins upp frá Kenubum og farði sig yfir á þröskuld húsins. Skýið fyllti húsið og ljómi frá dýrð Drottins fyllti forgarðinn. Málið er það sem er að segja, dýrð Drottins er á þröskuldnum. Dýrð Drottins er á þröskuldnum. Í Åpenbarabókinni, 3. kafla, hann segir, ég er að banka. Og hvernig er að banka þar? Hann er ekki að tala ófrelsa fólk. Hann er að tala kirkjuna sína. Og hann er að banka. Hann stendur á þröskuldnum og dýrð Drottins vill fylla húsið, en ekki bara húsið, allan forgarðinn. Og ég trúi því að þetta er orð fyrir Ísland. Ég trúi því að þetta er orð fyrir okkur. Ég trúi því að hann er að kalla okkur dýpra. Hann er að kalla, eins og hún var að segja, djúpa rætur. Það er Jeremíja 17:7-8, lesið það. Djúpa rætur. Að því við erum að ganga inn í aðstöður í dag sem á eftir að umbreyta þessu þjóð. Já, við sjáum það sem við sjáum og við erum að lifa í gegnum það sem við erum að lifa í gegnum og ég er ekkert að segja að það sé ekki rétt eða satt, en hann hefur bara miklu betra orð yfir það. Þannig ég er ekki að segja að ég er ekki að gera lítið út úr því sem þið farið í gegnum. En málið er það, ég þarf að hafa augun á hverjum. Á Jesú, my author, my finisher. Ég þarf ekki að líta til hægri eða vinstri, heldur að hafa augun á hann. Á honum, fyrir ekki, ef það er íslenska orðið hérna.
Þið skiljið mig. Ég er ennþá að læra íslensku. En hann samt hættir ekki. Hann segir versi 5. Ok. Þyturinn frá vængjum kerúbúan heyrðist út í ytri forganginn. Hann líktist röddu Guðs, almáttugs, þegar hann talar. Þannig pælið í því að hann er að koma. Hann er að stíga inn. Og hann er að fara að gera hluti. Og ég veit að það er margt að gerist í heiminum og það er svo spennandi. Að við getum litið á þetta á margan veg og margan hátt hvað í raun og veru er að gerast. Eða við getum vel litið bara að spyrja Drottinn, hvað hefur þú þetta að segja? Að því hann kallar okkur, ef ég ætla bara að spá ykkur 1 og 10 og koma ykkur á þann stað sem þið þurfa að vera á, þið er ekki kölluð til að vera pastor, bænarmaður eða bænarkona, þið er ekki kölluð til að vera prophet eða hvað sem þið vil kalla það, það er ekki köllun ykkar. Ok, nú ætla sumir að segja, hvað er það að tala Bjarni? Ekki henda steinum á mig strax, ok? En 1. Kórunubréf 1:9 segir að við erum kölluð til að vera í félagskap með syni hans, Jesú Kristi. Ég er kallaður til að vera í félagskap með honum. Og úr þessum félagskap, sko, málið það, í dag eru þið þegar með anointing á ykkur. Skiljið hvað við? Það er þegar köllun á okkur sem þið getur gengið í. Það er þegar. En málið er það, ég get gengið í því á þess að vera með honum. En hann segir, ég hef útvalið þig til að vera í félagskap með mínu syni. Og síðan út frá því gerast allt annað. En mörg okkar erum svo mikla áhyggjur að þið verum Íslendingar. Við þurfum að vera go, gera. Nei, vera. Vera. Bara vera. Og sem gengur að því hann er að gera. Hann er frelsarinn, hann er læknarinn, hann er spámaðurinn, en hann vil tala í gegnum þig, hann vil lækna í gegnum þig, hann vil frelsa í gegnum þig. Já, einmitt, hann fær dýrðina. Hann vil alla dýrðina. He's a jealous God. Málið er það, við höfum sögu í annarri Mósesbók, Exodus, og það er, sko, Exodus er alveg ótrúlega bók, alla bækurnar í Biblíunum er ótrúlega bókar, en hérna alltaf með það, bara að lesa. Og þegar ég lesið, ég spjáði, heila andi kendi mér orðið þitt, að ég get lesið fyrir mínum augum og mínum hug og öllu því sem ég hef farið í gegnum, að ég vol oft, hvernig les ég orðið? Ég les yfir frá því sem ég hef farið í gegnum. Hver ól mig upp, hvar fattist ég, hvað fór ég í gegnum, hvað skeiði við mig, þá ég les orðið frá þeim sjónarmiðum. Skilju hvað við? En Heilagi Andi sem gaf umblástin á alla þá sem skrifaði í bókina, hann vil kenna okkur. Að því hann segir að Heilagi Andi mun koma og hann mun kenna okkur allt mig. Þess vegna er svo mikilvægt að vera í félagskap með Jesús. Þetta er vel ekki flókið. Og mér er alveg saman hver þú ert. Hvað þú ert, hvað þú hefur gert og hvað þú ekki gert, skiptir engu máli. Ég byrja ekki að lesa til að vera 28 ára gamall. Hvað líði því? Ólæs, gæti ekki skrifað að lesa til 28 ára gamall. Drottinn segir, ok, hvað með það? Það bara hlustar á Biblíuna. Vertu bara með mér. Vertu með mér, ég er orðið. Ok, Exodus, sem gerir Exodus, Móses kemur, the chosen one, hann kemur og hann er að taka fólkið úr Egyptalandi til að gera eitt, til þess að fara og mæta drottni.
Okay? Þau fara, the Red Sea, þeir koma, hann split the Red Sea, þeir lappa í gegnum, og það er með þess að það er heitt þarna, þannig að hann hefur ský yfir á daginn, og sem myrkur á nættan, þá kemur sólin upp, eða eldur, þess að halda birtunni, það kemur matur á borðið, fötin ekki einu sinni að rifna neitt, það er bara sama gægin allan daginn, og þetta er að halda áfram, en svo að því drottinn hafði plani hans var að taka þau inn í eyðimörkina til þess að gera eitt, að mæta þeim. Að því hann hefur þegar kallað þau og hann vill kalla þau konungsprestafélag. Það er hans áætlun. Hann já, þetta er mín þjóð og já, þeir eru búin að vera týnd í 400 ár, þeir viti hverju eru, þau eru að koma, nú ætlum ég að tala beint við þau, láta þau heyra hverju ég raun og veru og þeir fá að heyra í mér, ég mun blessa þau, ég mun lifa í þeim, ég mun bara yfirtaka þau og ég mun kalla þau konungslega prestafélag. Amen, takk fyrir. Það er áætlan hans. Það er planin hans. Spá í okkur. Hann er sama plan við okkur. Hann vil tala við þig. Hann vil ganga með þér. Hann vil lifa með þér. Hann vil tala það hvað er að gerast fyrir handa hornsins sem hann bara veit. Hann vil segja þér þetta kannski þetta vinstri, kannski kaupa þetta hús, kannski selja þetta hús núna. Hann vil segja alla pakkan. Hann vil segja okkur þetta allt. Að því við erum útvalin. Við erum útvalin. Hver einasta maður er útvalin. Það er enginn það langt farin að ást drottins getur ekki komið og yfirtekið þá persónu. Það er enginn það langt farin að hann getur ekki komið inn í kringumstæður þína og hjálpa þér að fyrirgefa einhverjum. Hann segir, bara spurðu mig. Hann með þess að segja hérna í 19. kafla, hann er að segja að taka þau, þannig að drottinn að hrópa á þau, þegar kom til fjalls míns og alla græður, og hann segir við þau hérna í 19. kafla versi 5, ef þið nú hlýðið á mig, á athygli og haldið sáttmála minn, skulið þið verða sérstök eign mín, umfram aðra þjóðir, því að öll jörðin er mín. Þið skulu verða mér konungsrík presta og heilig þjóð. Þetta eru þau orð sem þú skalt flytja Ísraelmönnum. Kafli 20, vers 5. Þú skalt hvorki falla fram fyrir þeim, né dýrka þau, því ég, drottinn Guð þinn, er vandlótur. Guð og refsa niðju í 3. og 4. lið fyrir sekt feðra þeirra. Vá. Pælið því, já ömmu, hún sér að því nú á hún ömmubörn, hún á langömmubörn, hún sér inn í 4. lið. Þannig að sem sagt, ef ég hata hann eða synd mínar getur refsað mína niðjum þess að það til 3. til 4. ættleik. Pældi því. En ef þú myndir stoppa þarna, það var þetta ekki gott. Hann er vonangjafari. Hann segir síðan þeirra sem hata mig, en sýni kærleik 1000 þeirra sem elska mig og halda boð mín. Pældi því 1000 þeirra, 1000 ættlitiði. Það er hans loforð. Á hverju senda hann Jesús? Af því hann er vonagjafari. Hann getur komið og hann getur breytt kringumstæðunum í dag. Já, kannski gerði ég eitthvað vitlaust, en í dag er dagur sem Guð hefur skapað. Í dag er dagur sem hann hefur skapað til þess að koma mér á næsta stað. Svo, pæliði, að því svo stundum þurfum aðeins að átta okkur hver við erum í raun og veru. Að því stundum erum við hérna,
Ég ekki að taka mynd af ykkur, ég taka mynd af mér. Ég núna. Málið það, hvað með börnin mín? Og barnabörn, og barnabörn. Það sem ég ger í dag getur umbreytt framtíð fjölskyldunum minnar. Þannig ég þarf að hætta að hugsa bara mig. Fara að skilja að Drottinn, hann að hugsa ættir. Hann að hugsa lengra. Ég vil brjóta þá veggi í dag, svo börnin mér þurfi ekki brjóta þau veggi. Þeir sem komu hingað undan okkur og báðu í Íslandi, þeir sem eru búin að lifa að biðja í Íslandi og brjóta upp jörðina á Íslandi, það is not to vain. Það ekki, þeir klúðru þess ekki. Við erum að koma inn og göngum á hústökum þeirra. Og nú getum við farið áfram og þurfum ekki að díla við það sem þeir þurfum að díla við. Við þurfum að brjóta okkur aðra veggi, svo að aðri geta farið á hvert? Að húsþakið okkar. So don't lose hope. Because in due time you will reap. Halló, pældi hvað getur stigið inn í. Dýri Drottins á þröskuldinum. Dýri Drottins, að því hann vil taka frá dýri til dýri þar. En hvað gerist ef við horfum á Ísland og horfum okkur sjálf? Þess, fyrir vers 19, 20 kafla vers 19. Allt fólkið sá og heyrði þrumurnar, eldingaleifarnar, hornsblásturinn og rjúkandi fjallið. Þegar fólkið sá þetta, skalf það á ótta og stóð langt frá. Þetta er ákveðlega sama í Síkjó. Þegar Kamilum var að veifa vængum sínum, hvað var að gerast? Það var þrumur og þetta var hlutunum var að gerast, en það var rödd Drottins fyrir að koma út. Pældi í því, Drottinn hann sjálfur, hann að koma niður í fjallið. Hann að koma niður í fjallið til að hitta fólk sitt, til að tala við það, til að sýna hvernig raunveru við þau eru. Þessi 400 ár, já, það voru 400 ár. En einn daginn mun minn sonur koma og allt mun vera í hans blóði. Þannig að þarf ekki að hafa áhyggjur í gerðanum. Í dag dagur sem hann hefur skapað fyrir þig til að stíga inn í fyrir framtíðina. En hvað gerist? Það heldur áfram þarna. Fólkið, hvað segir fólkið? Það segir Móses. Nei, það segir, fólkið segir við Móses, já, tala þú við okkur og við munum tala, hlýða, en láta Guð ekki tala við okkur svo við deyjum ekki. Móses sagði við fólkið, óttist ekki. Guð kominn til þess að reyna ykkur til þess að ótti hans sé ykkur fyrir augum og þið syndið ekki. Hann vildi tala við þau svo þau geti gengið réttlátt. Rómverska bréfið 14:17 segir konungsríkið ekki matur og drykkkur. Heldur í heilugum anda réttlæti, friður og fögnuður. Þannig að við getum gengið réttlátt út af því með honum. Hann kom því að ótti Drottins, hann gefur mér þann styrk til að ganga frjáls. Pælið því að fyrir Jesaja bréfið 11 og vers 2 þá talar um 7 anda sem hann mun útfalla og koma á hann og alla græður. Og það er fullt af visku og það er vist hörku andar. En í versi 3 segir hann, en styrkur minn mun vera ótti, Guðs ótti. Guðs ótti mun verða hans styrkur. Svo nú hefur við getum gengið í tvennu, við getum gengið því í ótta Drottins eða ótta við þann ótta sem við erum að reyna að kljást við.
Þú hefur val fyrir því. Ætlar að láta ótta lífsins eða ótta Drottins breyta til. Ætlar að halda augun á Jesú eða öllum kringumstæðum sem við erum farið í gegnum. Við þurfum að ganga í honum. Því hann hefur kallað okkur í félagskap með sér. Svo við getum gengið út. Því málið er það er margt að gerast. Sko, ef við lítum fyrir Salm 103. Vers 7 segir hann gerði Móses vegum sínum kunnan og Ísraelbörnum stórvirkin sín. English translations segir að Moses knew Lord hearts, but Israel knew God act. Þekkjum við Drottinn frá svörugum bænum eða við þekkjum við vilja Drottins. Skiljið hvað ég við? Ísrael, þjóðin Ísrael, þekkti Drottinn frá svörugum bænum. Þeir sáu allt. Það voru svaraði bænir. En Móses þekkti hans hjarta. Hvað hefur þú þetta að segja, Drottinn? Ef ég breyti bænalífi mínu, staðan fyrir að segja honum hvað á að gera, því það vandræði í gangi, og spyr hann, hvað hefur þú þetta að segja? Því ég veit eitt, þú veist hvað að ske yfir hornið. Þú veist hvað að koma. Þú veist hvert ég að fara frá. Þú veist hvað skeiði þar. Þeir þekktu. Þeir þekktu þegar hann svaraði. Ég vil þekkja hans hjarta. Því orðið segir útvalinn til að heyra hans rödd og ganga í hans vilja. En það þýðir það að ég þarf að játa mig sigraðan. Ekki minn vilja, Drottinn, þetta þinn vilji. Jesús sjálfur sagði það. Og aftur segir hann, ég sendi heilagan anda til að kenna þér allt, til að ganga með þér. Ekki bara það, ég og Faðir hans að gera þig á minn dvalarstað. Hætt að trúa lyginni að þú sért ekki verðugur þess. Hætt að trúa þú lygi það sem þú gerðir bara get ekki breyst. Ekki leyfa óvininum hafa svona stronghold on you. Heldur trú þessi orðir að segja að þú sért útvalinn. Þú þess virði að gefa my only begotten son, að hver sem hann mun trúa mun ekki glatast, heldur hafa hvað? Eilíft líf. Og hann ekkert bara að tala einn daginn þú deyrð. Hvenær byrjar eilíft líf? Það byrjar þegar þú segir já við Jesús. Þannig við getum gengið út frá þeim sjónamið. Ef við breyta einhverju í dag, þá vil ég breyta sjónamið hvað þú sér þínu vandamál, hvað þú sér hvað þú ert í dag, heldur sjá að þú allt sem þú kemur frá frá sigri.
Og síðan í 147, Sálm, versi 10, hann segir, hann hefur ekki mætur og styrk hestsins, hrifst ekki á fráum fótum mannsins. En vers 11 segir hann, Drottinn hefur þóknun á þeim sem óttast hann, þeim sem sitja von sína á miskunn hans. Þannig við getum gengið út frá því að því, skiljið hvað ég að segja? Eða ég bara að tala út í loftið? Þröskuldurinn, dýri Drottins á þröskuldnum. Nú tíminn fyrir okkur til að líta á Jesús. Og leyfa sjálfum okkur að hvíla eftir honum. Leyfa sjálfum okkur til að sitja með honum. Leyfa sjálfum okkur til að vera í hans stýrið. Af því hann hefur plan sem miklu meira betur heldur en mitt plan. En ég get samt ekki lifað í óttanum. Að ég get ekki lifað í ótta fortíðarinnar. Já, þegar heila andi kom og hann gerir þetta og þetta hitt og þetta gerðist og allt fór bara bla 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 og la 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 og hvað sem það var í óttanum þínum. Já, það var þá. En hvað er hann að gera í dag? Hvað er hann að fara að byggja upp í dag? En ef ég læt alltaf óttan minn síðan í fyrra, eða árið þar áður, fyrir 10 árum, 20 árum, 30 árum, skrið einhvern hvað langt síðan, að því ég get ekki farið þess leið út af því ég og hræddur að sjá eitthvað ske. Það í blóði Jesús. Og við erum að trista því. Synd mín í blóði Jesús. Hann hefur kallað mig í dag til að lifa, til að vera ljós lífsins, til að vera ljósið, til að láta ljósið því sem skína hvað, svo að menn sjái. Vertu andrúmsloftur og breytari. Gáttu inn í búð og sjáðu hvað gerist. Spurðu Drottinn, gefðu mér bara lítinn, bara pínulítið Drottinn. Ég man þegar ég kom hérna fyrst, ekkert fyrst, ég er frá Íslandi. En þegar Drottinn var að byrja að kalla okkur og koma til Íslands aftur, ég bjó í Bandaríkjunum í 16 ár og var að byrja að kalla okkur og koma aftur til Íslands, ég veit aldrei fyrir Íslands aftur, ég grínast, ég elskaði Bandaríkin. En alltaf leið með það og ég man að því, 2017 þá vorum við að fljúga yfir og félagi minn, annar Íslendingur sem kom með mér, hann stendur Sævar og við vorum að fljúga yfir til Íslands og við vorum að tala saman og ég held það svo spenntur en það er alltaf annað mál og ég sagði, þetta er svo spennandi núna, sko, við erum að fara til Íslands og viti menn hvað er að gerast, það mun allt umbreytast. Félagi minn, aðeins meira á jörðin heldur en ég, ertu ekki alveg að grínast? Nei, paldi í þessu, við erum að koma inn og við trúum á Jesús. Þegar við göngum inn, það mun allt umbreytast. Já, ég veit að ég þarf að biðja fyrir þér, sagði félagi minn. En alltaf leið með það, en spáðu í því. Þegar við komum inn, við trúum á Jesús, þið trúið á Jesús, þegar við komum, þá eru 2 meiri sem trúa á Jesús. Þá eru meiri umbreyting. Núna bara þurfum við að spyrja Drottinn, gefðu okkur smá. Hvað segir maður smá hvað? Ég er að leita á orði, ég finna það ekki. Já, bara svo smá taste of it. Smá smökkun. Gefið smá, bara leið maður að sjá smá hluta. Bara til þess að sjá, bara... Þið hafi ekki, af því þið hafi ekki hvað? Spurt. Amen. Þannig að við getum ekki, ann og aftur, verðum ekki eins og Ísrael. Þegar dýri Drottins kemur á þröskuldinn, það byrja að hristast, það byrja að kveina, það byrja stormur og það læti og hlutirnir að gerast allt í kringum okkur. Við erum alveg orðið hrætt yfir því að hvað er að gerast, Ísland að fara bara út í muspuskan, alla græjur. Nei, dýri Drottins. Höfum eyrin opin, hefum hjartað opið, hefum augun opin, leifum hún að tala til okkar. Ekki verður svo Ísrael að segja, nei, herðu, bara þú talar, Drottinn.
Já, þið talið bara drottin, ég bara, já. Þú bara segir okkur hvað drottinn segir, við ætlum að sitja hér. Já, drífðu bara. Nei, hann vil tala við þig. Því þú þess virðugur til að verðugur til þess að vera að tala við. Svona ann og aftur, þá brjótum við núna í Jesú nafni fortíðina. Í Jesú nafni. Við brjótum mistökin. Við segjum þau hafa engin vald á því lengur. Við brjótum það sem þú gerðir í gamla daga og við brjótum það við núna. Þú gengur ekki því í dag, þú gengur í drottni, þú gengur í heilugum anda, þú gengur í Jesús sem yfirkom allt, sem vonagjafarinn. Sem kom til að frelsa og lækna. Svo við getum gengið fullustu og hver hann Svo í Jesú nafni, það brotið í dag. Hei, og annað hérna. Ég ekki nógu menntaður. Halló? Hann ætlar að kenna mér allt. Ef hann kallar mig, þá leysir hann. Ef hann leiðir mig, þá kemur hann með það. Þannig ég ætla ekki að lifa í menntasnobbi. Amen. Ekki lifa í menntasnobbi og Ísland menntasnobb. Ekki kasta grjótum. Ég ekki að segja menntun sé ekki góð. Ég segi að snobbið sé slæmt við það. Að þú heldur þú verður að mennta þig svo þú getur gengið með Guði. Ef þú verður að mennta þig sem hann að kalla að gera eitthvað, að þú verður að vera aðeins gáfaðri, þú verður að geta lesið betur, þú verður að geta séð betur, bla 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 bla, nei, þú verður að vera með Jesús, að þú kallað til að vera í félagskap með honum og út frá því mun allt annað breytast og hann mun leiða þér í rétta skólana til þess að fá rétta menntun, til þess að gera rétta hlutina sem hann hefur kallað þig. Og það mun vera gleði eins og gengur í gegnum það. Amen. Þannig við brjótum það líka yfir ykkur í Jesú nafni. Þannig að við ætlum að ganga út fyrir sem hann og hver hann Hvað, ef ekki mest til 8 í kvöld, var ekki sagt? Nei. Hann það góður. Þannig við þurfum að brjóta hana ótta af okkur. Það einn ótti sem við lifi í. Það Guðs ótti. Og Guðs ótti, eins og hann sagði við Ísraelamenn, sem Móses sagði við þá, þess að svo þið syndið ekki. Þið hafið það mikil ótta að þið þorið ekki að stíga inn í það sem að líkami hugar ykkar að reyna að koma ykkur inn í. En ef þið mistið ykkur, hlaupið þá ekki og félið ykkur í korninu. Hlaupið beint til hans, biðjið fyrirgefninguna, leifum að hreinsa ykkur, tala við ykkur, anointing with the oil, láta ólan leka yfir ykkur og hlaupið aftur út. Ekki trúa því lygi að þið verðið alltaf að synda. En ef þið syndið, hlaupið ekki burtu. Hlaupið í hans arma. Að þið verðum ekki að breyta bara kynslunni núna. Næstu kynslóð og næstu kynslóð. Við erum að tala út orð sem umbreyta þjóðinni. Því dýr drottins á þröskuldinum. Amen. Amen. Wow. Hérna vinstri öxl, eitthvað illt í vinstri öxl. Hægri öxl fyrirgefðu, hægri öxl. Ég trúi því að Drottinn vill lækna það í dag. Í Jesú nafni. Hægri öxl, þau læknu í Jesú nafni. Hægri ökli. Eitthvað illt í hægra ökla. Meiðsli hægra ökla. Amen. Ég trúi að Jesú vill lækna það í dag. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Efra bak með svona strengi illt. Lækning í Jesú nafni. Í Jesú nafni.
Halleluja. Halleluja, Jesus. Ég þakka þér, Drottinn. Ég þakka þér fyrir fólkið hérna inni. Ég þakka þér og það er bara hvað þú elskar þau mikið. Hvernig þú sér þau. Hvað þú hefur skapað í þeim. Halleluja. Þakka þér þín rödd heyrist í þeim. Takk, Jesús. Ótti úr brotin. Þú er brotin. Við brjótum núna í Jesú nafni. Stöndum öll upp. Nú er samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjun okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.